Skulum aðeins að víkja sjónarhorninu að fjölmiðlum, aðalega einum þeirra. Fyrr í þessum mánuði flutti Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnar RÚV, skýrslu stjórnar á aðalfundi. Og hann kominn hingað til mín að rauða borðinu til þess að ræða stöðuna. Vertu velkomin, Stefán Jón. Takk fyrir það. Sko, þið voru þarna með 9,3 milljarða króna á síðasta ári úr að spila. Þar að vera gjöld notenda yfir 6 milljarðar og auglýsingatekjur vel rúmir 2 milljarðar. Ég var reiknað út að við vorum með 87 milljónir króna hérna á samstöðinni í tekjur á þessu ári. Það er minna en 1% af því sem að Ríkisútvarpið hefur. Eru þið hérna fer Ríkisútvarpið nú vel með þá fjármuni sem að Ríkisútvarpið fær? Þetta er nú ansi stór spurning og ég hef talsvert veltinni fyrir mér þetta ár sem að ég er búin að vera stjórnarformaður og ég held að stofnun sem er með 270 starfsmenn, 9,3 milljarða í tekjur, hljóti að geta hagrætt. Hún hefur gert það. Og það er bara allverulega núna snúið við á 2 árum 200 milljónir voru í tap við erum komin yfir núlið núna og ætlum að vera með hagkvæman eða þú veist, vera réttum með við núlið núna og stjórnin hefur einsett sér það og stjórnendur líka að vera þar þannig að það hefur náðst miðað við það sem ég er að segja hagræðing og hún er mjög lofsverð og það er ekki bara það er svona leiðenda hugtök eins og sjóðstreymi og annað slíkt sko það er allt á réttri leið og sérstaklega þó það að það hefur tekist að reka Ríkisútvarpið þannig að við erum ekki í mínus heldur í plús. Hann er ekki mikill og við þurfum að halda áfram sérstaklega því að það er alveg augljóst að það tel ég að það verður samdráttur í auglýsingatekjum allra fjölmiðla á næstunni og ég fór nú heilt yfir sviðið ég ákvað bara að gera það núna eftir ár sem stjórnarformaður og horfa bara á stóru myndin og draga upp alla þessa stóru drætti ekki bara hvað var það Ríkisútvarpið heldur bara fjölmiðlun á Íslandi við leitt og það sem er mín niðurstaða er svo að við sem rekum íslenska fjölmiðla það er að segja við öll eigum Ríkisútvarpið og svo eru þeir litlu lágróðurinn og aðrir við erum í erlendri samkeppni, við erum á alþjóðlegu markaði, við verðum að muna það, þar erum við. Ég veit þessu, ég fór að hugsa þetta fyrst þegar ég sá auglýsingamarkaðin, hann heildar auglýsingamarkaðurinn á Íslandi eru 30 milljarðar, þar að fer helmingur 15 til erlendra miðla sem ekki eiga lögheimili á Íslandi og borga ekki skatt á Íslandi, þetta er Amazon, Google og Facebook. 15 milljarðar helmingurinn af öllu auglýsingafinu fyrir úr landi til þeirra og þeir borga ekki skatta hérna. Síðan gerist annað að það er mikil samkeppni þið er að biðja áskrifendur hjálp, bara áskriftir. Ríkisútvarpið hefur afnotagjöldin eða útvarpsgjöldin eins og heita og aðrir miðlar selja áskriftir og reyna. Sjá til, Ríkisútvarpið með Rás 1, 2 og sjónvarpið fær í afnotagjöld 60 krónur á dag frá þér og mér 60 og þér 60 krónur á mann Spotify áskriftin mín í þessum síma kostar 60 krónur á dag Netflix áskriftin sem mörg okkar eru með kostar 60 krónur á dag og svo bætast við alls konar hlutir þannig að samkeppnin sko ekki bara auglýsingarnar heldur áskriftirnar á innlendum neytendamarkaði er alveg gríðarlega hörð og það er margfalt fé sem fer úr landi heldur miðað við það sem fer í áskriftir á Íslandi og þessu hafa menn ekki veitt athygli í öllu þessum auglýsingabölmóði og ég hef verið að spyrja fólk sko fólk segir já það skiptir einhverjum þúsundum sem er að borga það veit eiginlega ekki hvað og þegar ég fór að taka saman á mínu heimili, við erum nú ekki miklir neytendur á erlendum streymisveitum, bara mjög litlir en þegar ég fer að spyrja fólk þá áttaði ég mig alltaf á því að við erum algjörlega í myrkrið þarna Íslendingar, við verðum að gera könnun á þessu og athuga í raun og veru hversu mikil kaupvilji og kaupgeta er á Íslandi fyrir fjölmiðlum Ég bara vorkenni ykkur að keppa við þessa stóru risa
Það heimildin, það gímaldið, það allir að puða moggin að puða við það að selja áskriftir. Síminn og Sýn, það náttúrulega miklu hærra gjald sem þeir byggðum fyrir sína streymisveitur heldur nokkuð tíman erlendu miðlarnir. Vísir fyrir sannlega bráðum að loka fréttum. Það ekkert ólíklegt. Heldur það? Já, minnst það frekar líklegt. Menn segja mér það að sé von á því að hinn sjónvarpsfréttastöðin hætti að sjónvarpa verða ekki lengur með sjónvarpsfréttir. Svo það. Það verður hróðalegt áfall að vera bara með eina sjónvarpsfréttastöð á Íslandi því að það setur svo mikla ábyrgð á ríkisútvarpi. Maður vill hafa samaburð annars staðar. Þannig að mitt svar er þetta og svo kemur lokapunkturinn. Við erum sem sagt á alþjóðlegu markaði í samkeppni. Það er í raun og veru það sem við erum átt okkur á. Og þetta meinta forskot ríkisútvarpsins er nú ekki meir en það að það nemur einni Netflix áskriftamann eða einni Spotify áskriftamann, en fyrir það er að fá samskonar hlut. Við borgum Landspítalann fyrir að lækna okkur, Þjóðleikhúsinu fyrir að setja upp sýningar, Hörpu fyrir að setja upp heimsklassa viðburði og barnabókasöfnunum fyrir að lána börnum bækur og ríkisútvarpið er hluti af þessu menningarlandslagi Íslands, menningarauðmagni og veitir ekki af í þessari alþjóðlegu samkeppni. Það er margt mjög gott við ríkisútvarpið að mínu mati. Annað finnst mér síðra. Mér finnst sko að ríkisútvarpið hafi seinni tíð ekki alveg náð að rækta það hlutverk sitt að það er forgjöf og ríkisútvarpið á að styðja einkamiðlun með því að fjalla einkamiðla og grasrótar framtak og svona. Ég hef stundu sagt áður við þetta borða að fréttastofa ríkisútvarpsins hefur einu sinni fjallað um okkar framlag hér og það var í neikvæðum tilgangi. Það var þegar þeir sátu fyrir okkur. Við heldum að þeir voru að koma til þess að fjalla um það að við vorum í fjáröflunar helgi, unnum dag og nótt, en þá fóru þeir að snúa því upp í einhverjar sósíalistaflokks deilur við Gunnar Smára sildu svolítið undir fölskuflæki. Mér finnst allt í lagi að ríkisútvarpið njóti sinna forréttinda ef það sem sagt hefur þá stefnu að lyfta einkareknum fjölmiðlum sem skildi í ljósi yfirburðana og svona fjalli svolítið aðeins meira þá og svona. Þetta er náttúrulega bara eins og hvert annar röfl, þetta er svona kaffistofuspjall en svo líka annað, Stefán Jón, sem að mér finnst að mætti kannski fara aðeins betur hjá okkur. Það er það að í gamla daga þegar þú varst þarna, þá var þetta allt, þið voruð að framleiða efni sjálf og þið voru með svona heildarsýn og þið voruð að velta fyrir okkur hvað þarf Ísland að vita, hvað þurfum við að gera og allt það. Núna er þessi útvistun verkefna, hún er náttúrulega orðin svo víða og svona, hvað maður að segja, bragurinn eða blærinn á efni ríkisútvarpsins, hann er ekki heildstæður eins og var. Þarna undanskilja reyndar Rás 1 held ég að mestu og ég geti kannski undanskilið eitthvað fleira, en er þetta eitthvað sem að væri alltaf gott að athuga? Já, ég held það. Stjórn hefur alltaf mikil hlutverk sem ég rakti þarna á fundinum, en hún hlutast ekki til dagskrá, við höfum ekki gert það. Og þetta sem þú nefnir er ekki verkahring stjórnar og ef að fréttamennir eru leiðileg við einhverja, ég fekk síðast í morgun kvörtun, þá er bara mitt svar, nei, ég kem ekki nálægt þessu. Og það er bara svoleiðis. En hins vegar er ég orðin, og ég segði það í ræðu minn og ég fór aðeins yfir stöðu blaðamennsku, þá er ég að tala blaðamennsku í gamla góða skilningu, journalismi það eru dagskrárgerðarmenn, það eru fréttamenn, það er í raun og veru allt sem segir sögur í fjölmiðlum. Þú ert journalisti og ég að hluta stundum og málið er þetta að þessi grein í okkar lýðræðisþjóðfélagi, hún á mjög undir högg að sækja, blaðamenn er eiginlega válista. Þeir eru það, bara eins og fuglar, bara eins og lófinn og spóan og lundin og það hefur orðið, mér skilst á greinu sem ég hefur verið að fletta upp, við voru blaðamenn 3000 fyrir 10-15 árum,
10 árum og þeir eru konið niður fyrir 1000 núna en upplýsingafulltrúar eins og þú hefur verið og margir aðrir eru miklu fleiri og þeir vinna við það með fullri virðingu að framleiða ákveðna sérhagsmuna útgáfu af sannleikanum af samfélaginu og mata sífellt veikari fjölmiðla og fréttastofur á sinni útgáfu af veruleikanum sem síðan verður bara útþynnt útgáfa en hinn raunverulega hlutu sem þú varst að tala það að segja hvað að gerast í íslensku samfélagi það undir högg að sækja og þess vegna hef ég og lagði á það áherslu ég held að við þurfum að huga að því inn á Ríkisútvarpinu og bara reynilega að spurja starfsmenn hvernig getum við byggt upp það sem við köllum góð dagskrár fréttamennska inn í þar og ég vil að Ríkisútvarpið hafi í huga líka blaðamennsku almennt í samfélaginu hvernig getum við stutt við hana með góðu móti getum við haft góð áhrif út á við getum við einhvern hátt liðka fyrir og ég veit að menningarráðherra í sínum áformum að breyta fjölmiðlalandslæginu hefur talað það að Ríkisútvarpi eigi að vera meira svona hann hefur nú ekki talað orðið móðulegu hlutverki en styðjandi ég styð það mjög vel ég styð það mjög mikið ég veit ekki, ég get ekki og ég með ákveðnar hugmyndur útfærslu ég vil ekki segja það því að þá var það skotið í kaf en við þurfum að hugsa það að Ríkisútvarpi hefur núna aðra samfélagsskyldur heldur bara fyrir 5 árum í raun og veru því að ég bæti því svo við að það sem nú að gerast með erlendu samfélagsmiðlana sem hafa ekki bara þessi taki ekki allar þessar auglýsingar heldur hafa rosaleg samfélagsumræðu áhrif inn í landinu. Forseti Íslands var að vekja athygli á þessum daginn. Þessum fjölmiðlum öllum stýrt af ofurríkum öfgamönnum. Þeim förum bara í gegnum Facebook, Bezos í Bandaríkjunum og tökum línuna áfram að þeir eru farnir að stýra þessum fjölmiðlum á Elon Musk og miklu skýrari hátteldur en áður séð og það setur svip á samfélagsumræðunum allan heim og líka á Íslandi sem setur okkur í ennþá meiri vörn en áður og svo bætist við gervigreindin og ég spurði nú bara í mínu ávarpi halda menn í alvöru að gervigreindin fari ekki sömu leið og samfélagsmiðlarnir þannig að það verði byrjað að kaupa áhrif innan hennar ég lesi greinar að það sé byrjað og að við verðum seld sem neysluvarningur vegna þess að það ekki tekjumódel í gangi. Mér finnst það eiginlega bara no-brainer. Það bara liggur í hugum uppi. Það búið að sturta $3,000 milljónum í að fjárfesta í gervigreindar ýmsum módelum. Það eru örfá krónur sem leka inn í notendagjöld. Það ekkert upp í þessar fjárfestingar og þessi kallar þeir eru í kapphlaupi núna með að ná sem bestum árangri og ná fórustunni og síðan á að byrja að mjólka okkur og hvernig verður það gert? Ekki með áskriftargjöld, það verður gert með auglýsingum, áhrifum á okkur og þá er ég búin að púsla þessu saman það er gervigreindin, það er samfélagsmiðlarnir, það er auglýsingamarkaðurinn og það er hrun íslenska blaðamennsku, ég vil tala bara hrun og þá stönduðu upp í bara mjög veikburða og þá segi ég og bara leyfi mér að klikki út með því við erum þó heppin að eiga það menningar og þeim sem Ríkisútvarpið hefur byggt upp á 100 árum það liggur við þessi orðið 100 ára og það sterkan almenningsmiðil eigum við og það er meira en margar þjóður geta sagt en nú bara stæðja mikil hætt að af því að þú færiður okkur þjóðarsáluna Íslendingi sem hringdi inn og allt í hennu fékk skoðanans vægi Ríkisútvarpið að Rás 2 núna með þjóðarsál getur íslenskur almenningur hringt inn Nei. En Bylgjan með það? Það? Já. Ég held að Rás 2 sé ekki með neina svona opna línu út og satt að segja hef ég einhver sagði við mig fyrir mörgum ári og nú er Facebook búið að eyðileggja þetta módel síðan svo segi ég algjörlega bein lína inn það er að segja þú veist ég var einhvern tíma búin að skrifa upp hvernig svona þáttur ætti að vera með nútfengar samfélagsmiðlum í samspili og það er bara tilbúið en ég má ekki hafa áhrif á dagskrá Þú voru bara að lauma til einhvers annars Nei, en þetta er svo lafhægt að efla áhorfenda samskiptin í Dagsins hefur aldrei verið auðveldara það þarf að gera þetta ábyrgan hátt og allt það en
Sko, ég held að þau eru byrjuð til, ég sá til dæmis í torginu daginn, þá eru byrjuð að auglýsa eftir í sjónvarpsþættinum, umræðuþættinum. Sama dag gat fólk sent inn tölvupóst með spurningum. Já. Næsta skref er auðvitað að loka sig inn á Zoom og bera spurninguna í byrni. Já. Þessi gamla hugmynd með að blaðamenn séu hliðverðir og við ætlum að ráða hvað verður á dagskrá, þetta er náttúrulega allt löngur hunnið. Sko. Það er löngur hunnið en það er hægt að byggja upp út frá sömu grunngildum með miklu beinni þáttöku almennings. Það er ekki vandalaust, myndi þetta ekki huga að halda því fram sérstaklega vegna þess að það er orðin svo mikil við bjúkum í saklausu samfélagi með þjóðarsáluna, það voru ekkert margir í að reyna að stýra umræðinu inn í svoleiðis. Það voru ekkert, menn bara gútiruðu það að þetta var fráls vettvangur. Í dag myndum við rjúka upp einhver tjöldin og búa til alls konar botta. Við vorum bara hlýðin og hlustuðum. Og hringdu, en núna myndi mynd byrja að manipulera og það er það eitt af því sem ég er að vara við núna. Forseti Íslandskeið líka og ég bara, við erum sammála. Gott er þá, eins og maður segir, þegar fólk er sammála að það verður alveg klárlega reynt að hafa áhrif á lýðræðislega umræðu á Íslandi með utanakomandi þrýstingi. Hvers vegna skyldi það ekki gerast hér en alls staðar annars staðar? Talandi það, þú nefnir í ræðuðinni þarna að í traust mælingarlegu tilliti þá standi RÚV vel í samanburði við aðrar sennilega fjölmiðlastofnanir. Nei, aðrar stofnanir, bara opinberar stofnanir. Þótt trausti til fréttamiðla almennt hafi hrakað, einnig gagnvart Ríkisútvarpinu segir. Hver er mælingin núna frá ári til árs? Hve mikið fjall á milli ára, manstu það? Ekki milli ára, nýjasta sem ég hort á er 5 ára tímabilið. Og Ríkisútvarpið misti 10 punkta, 10% stig. Já, þó svo. 75-65, eitthvað svoleiðis. 77-67, eitthvað svoleiðis. Hvernig skýrir þú það sjálfur? Ég get ekki skýrt það. Nei, en þó er eitt. Ég get skýrt það vegna þess að það er samskonar leikni á öllum fréttastofum landsins. Það er að segja það er á Morgunblaðinu, það er á Vísi, það er á öllum, það er minna traust. Já, en eitt af því sem að rökstyður Ríkisútvarpið er traustið og hefur verið meira traust. Og þá er spurningin þessi sem að starfsmenn Ríkisútvarpsins spyrja að byrja, af hverju er þetta svona? Þurfi að gera það. En eitt svarið er það að almennt er bara leiknið niður á við og það er efnislegt svar. Annað svar gæti verið við stöndum ekki nógu vel, það gæti verið en heildartraust Ríkisútvarpsins mælist nokkuð hátt bara mjög sambærilegt, ég segi ekki eins og björgunarsveitirnar en bara langleiðina og síðan eru svona mælingar sem eru gerðar einu svona ára og spyrja telur þú að Ríkisútvarpið hafi samfélagslegt gildi og hafi erindi og allt það stendur mjög vel. Þannig að það má alveg segja það að starfsmenn Ríkisútvarpsins geta borið höfuð átt hvað þetta varðar. Algjörlega. En þessi leikni niður á við fyrir alla fjölmiðla og ekki síst Ríkisútvarpið er ekki góð. Og þegar maður segir, við getum ekki hort upp á saman næstu 5 árin. Það er ekki samanlega, ég tel að þessi ekki hægt. Mín skoðun er að eitt af því sem skýrir þetta sé misskilningur fréttastofu Ríkisútvarpsins, að það sé hlutleysi að fá mann með vonda skoðun og mann með góða skoðun alltaf til þess að taka endalausan debatt eða þá sagði hún í kvöld og sagði hann á morgun. Ég held að við lifum tíma þar sem að fjölmiðlar þurfa starfsfólk sem býr yfir þekkingu til þess að greina eintak, samhengi, hvað skiptir máli og það þurfi einhvern veginn að bara lyfta því betur. Já, ef við værum núna upp á kaffistofu Ríkisútvarpsins og værum með 4-5 súperfréttamenn þeirra með okkur, þá myndum við allir taka undir. Við myndum gera það. Og það er gott að heyra þá. Já, ég hef ekki átt að samtala, ég er bara alveg sannfærður að svo væri. En þess vegna vil ég núna athuga hvað við getum gert með starfsmönnum til að byggja upp þetta svona ritstjórnarlega sjálfstæði ég hef talað valdeflingu blaðamanna og ég er ekki bara að tala Ríkisútvarpið, ég myndi gjarna vilja sjá þetta víðar og til dæmis, það var eitthvað til þegar ég byrjaði í fréttamennsku, það var ekki til sem hét símenntun. Nei. Nú er það bara orðið eitthvað sem er krafa í samfélaginu.
og það meiri segja orðið þannig að við gerum kröfu til þessa ákveðni starfsmenn hvort sem það á fjölmiðlum eða annars það fari rói á djúpmið, skilji til að minnstakosti jafnvel og æðstu ráðamenn ákveðin atriði varðandi okkar samfélag. Mjög gott. Það þannig. Ég styð það. Já, það verður að vera þannig. Það verður að vera þannig. Og þá tökum við bara nokkur atriði. Sko, til dæmis, eitt við getum tekið atriði eins og, nú hefur náttúrulega komið upp mál og það verið mikið umræðinni vetur gegnum Kveik og aðra miðla þessa söguleg meðferð á börnum. Hvernig þetta var. Vagnar óþægilega spurningur býtu, er með allt í lagi núna? Það veit ég ekki. En það vakna óþægilega spurningar. Annað sem náttúrulega spurning umhverfismál í þessu víða samhengi, af því ég bara skrifað þau og þekki þau, þá spyr ég það. Sko, efnahagsmál eru mjög fyrirferðarmikil hérna, en þau eru rosalega, og ég ekki bara gagnrýna ríkisútvarpi fyrir það, en ég eiginlega bara kerfið okkar í heild alveg ofboðslega innfeldningslegt í umræðum efnahagsmál. Þetta gengur út á sömu 3 talandi kallana, sko. Já. Allan tíman. Já. og hérna svo lesmaður sko djúpar analýs og hvað að gerast í heiminum, sérstaklega núna í kringu stríðið og fær svona vísbendingar að það sé nú ekki allt sem sýnist í okkar hagkerfum, og íslenska hagkerfi þarf svo sannarlega að fá sko innspýting og aðhald víðar að, og ég ekkert vissum og tel ekkert bara raunverulega eðlilegt að við núverandi kringumstæður séu margir blaðamenn á Íslandi sem séu ofboðslega hæfir í að greina efnahagsmál og hagtölur og hagkerfið, og ég held að ekki frekar umhverfismálin og síðan önnur varandi ákveðin félagsleg mál. Þetta til dæmis ég held að erfiðasta mál sem Ísland stendur frammi fyrir núna hreinlega hvað ætlum við að gera í menntamálum, og það að ræða það endalaust hvort börnin skítfalla á prófum með 0 eða O, það ekki umræðefni. Það ekki umræðefni. En í það fyrir orkan. Já. Hún niðurdrepandi orka þetta. Tillingaskít fyrirgefði. Þannig þegar sko samkvæmt úttekt OECD bara Ísland mjög aftala á merinni. Já. Varðandi stöðu í menntamálum. Bara graf alvarlegt mál. Já, og að því ég var nú að fundi í morgun hjá ríkisstjórninni nýju atvinnustefnuna, þá leyfi mér nú ekki á með það sko að hérna það sem við þurfum í menntamálum hefði þurft að byrja fyrir 10 árum. Já. Við erum fyrir aftan byrjunarreit. Já. Og það bara þannig. Já. Því að árangur mun ekki skila sér fyrir einhvern tíman á öðrum áratug, en við þurfum að byrja þessu strax. Já. Og þetta alveg svakalegt að hugsa til þess að eina náttúrulega auðlindin sem eftir á Íslandi og ótakmarkuð mannvitið. Já. Það eina auðlindin sem ótakmarkuð á Íslandi. Það bara menning okkar og mannvit, sköpunargáfan. Og ef við ætlum ekki, svo telur mann að virkja, ef við ætlum ekki að virkja þessa auðlind, þá hitt til einskis. Treystið þú virkir heilana hjá starfsmönnum Ríkisútvarpsins enn betur. Já, ég myndi ekki vera glaður eða ég alveg sem að vilja það, en Ríkisútvarpið mjög mikilvægt, en við þurfum að hugsa fjölmiðlakerfið okkar í heild út frá því, og við erum bara að muna það, við erum konið mjög erfiða alþjóðlega samkeppni á þessu sviði menningar. Já. Mér langar líka bara að svara þér svona rétt í lokin á þessu samtali okkar. Þetta sem að nefndir áðan með flóttan úr blaðamennskunni yfir í stétt upplýsingafulltrúa. Þetta svona 10 sinnum erfiðara starf að vera góður blaðamaður en að vera góður upplýsingafulltrúi. Ég alveg lágmarki 10 sinnum. Að lágmarki. Og þetta mjög brenglaðar hugmyndir gildismat okkar tíma, að sko sá sem að hættir í erfiðadjópinu og fyrir léttadjópið, að laun hans hækki kannski 3-falt og vinnutíminn styttist 3-falt. Þetta ég veit ekki hvernig við förum að því að vinda ofan að þessu, en við þurfum að gera. Þetta hluti af því sem ég var að nefna að vera að læsa á hagkerfið. Já.
auði og völdum er skákað á svo óbáslega ójafnan hátt og fréttamenn sem sjá þetta ekki og halda alltaf að aðalhagfræðingar bankarnir séu með allt á hreinu. Akkurat. Það er della. Mér líka þau loka orð. Kæra þakki fyrir komuna, Stefán Jón Hafstein. Og úr þessu ætlum við held ég að fara yfir í tónlist, ekki fara langt eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.